mér fannst það líka auðvitað verandi líka 31 árs og með heilmikla starfsreynslu þegar ég kem inn í JPO stöðuna. Ég fann alveg svona, þegar ég mætti að þá var yfirmaðurinn minn, hann hafði oft fengið JPO og hann var með mig alveg á svona pröfutímabili. Ég fann það bara, hann var svona að meta alveg fyrstu svona 2-3 vikurnar bara svona á hún eftir að geta þetta, á hún eftir að valda þessu eða ætla ég bara, eða er þetta bara JPO sem að verður að ljósrita fyrir mig í 2 ár, þú veist, og ég fann bara, ég var í svona pröfu, það hefði aldrei verið sagt, sko, og svo bara, búm, eftir einhvern mánuð, að þá var ég bara komin inn í bara eins og ég væri bara í kannski bara, jafnvel bara P4 stöðu eða eitthvað, þú veist, allt í einu var ég bara orðin bara, heyrðu, já, ég bara með þetta allt hérna. En ég heyri svo misjafnar sögur auðvitað af þessu, sumir eru rosa lengi komið sér inn í, sumir fá verkefni, sumir fá alltaf mikið verkefnum. Hvernig var svona þín? Já, þú veist, fann það alveg klárlega fyrst og það var svona aðeins verið að prófa og svo ennþá svona finn ég að það svona alveg verið að, þú veist, aðeins verið að testa en miklu minna. Það var kannski svona 2-3 mánuði sem var verið að testa. Já. En það er bara svo mikið uppsafnað af verkefnum og ég fékk bara, þú veist, eftir einhvern mánuð var þetta bara hérna og ég fann að það var bara að gera svo vel og svo bara, þú veist, þú klúrar þessu, heyriði mér eða þetta ykkur hjálp. Já, það er algjörlega þannig. Og það er kannski góð punktur, Emil. Ég held að ef að maður fær þetta traust, að þá er manni líka bara svolítið hent í djúpu. Þú veist, ég held að sé svolítið lítið þarna á milli. Ég held að annarkvort ertu bara hafður einhvern veginn þannig að, þú veist, ég heyrði frá alveg sumum JPO sem voru með mér í batsi, sko, í sömu hóp, bara annars staðar heiminn, að sumir áttu svolítið erfitt með að fá kannski verkefni, en hérna, á meðan að aðrir voru bara, þeim fannst þeir bara hafa lent sko bara í bara Atlantshafinu bara og voru bara að synda. Já, algjörlega. Ég held svona einmitt að ég sé þetta kannski svona, þú veist, ekki í miðjunni, en svona einmitt svona klárlega bara með, þú veist, ég má segja að vera með of mikið af verkefnum. Já. En svona ekki samt á þann hátt að, þú veist, á ekki við það. Þetta er bara svona, þú veist, finna núna, ég líka held að ég sé kannski á bara einhverjum svona tímamótum þar sem að það er, þú veist, einhvern veginn alltaf að fara í gang. Þú veist, öll þessi verkefni sem ég er í á svolítið svona, þú veist, mikið að gerast akkurat núna, bara svona, þú veist, frá miðjum jan til kannski, þú veist, lok mars. Já. Og hérna, þú veist, bara svona, já, mikið af vinnun er að fara fram þá. En svona, þú veist, ég veit að bara ef ég, þú veist, er að fara að taka eitthvað meira, þá, hérna, þú veist, það er að ekki að fara að virka vel. Þannig að nú reynir svolítið á, þú veist, ég er svona aðeins búin að prófa að ýta tilbaka, þú veist, þetta er svona eitthvað dans, sko. Þannig að nú reynir svolítið á það bara að, þú veist, að vera svolítið stífur, þú veist, ég er, hérna, þú veist, ég er JPO, ég er ekki P4, þú veist. Kannski er það líka bara svona, það góð skilaboð líka, einhvern veginn, og mér fannst það reyndar líka, ég fann það reyndar líka, að þó ég hefði alveg alla reynsluna og væri komin í stór verkefni og jafnvel kannski að stýra einhverju og svona, þá er geggjað að vera JPO, af því að það gefur manni ákveðið svona frelsi til að segja, heyrðu, ég er að læra, ég er junior professional officer og ég er að læra, þú veist, ég er hérna líka til þess að ég var svolítið svona, ég notaði þetta svolítið alveg svona, já, heyrðu, þetta er bara learning process fyrir mig af því að þetta er staða sem á að vera þannig. Einmitt, ég held ég þurfi að byrja aðeins að nota þetta meira, af því að sko,